Við ætlum að fara yfir hvernig við notum Mentor. Við byrjaðum að skrifa inn adressuna sem mentor.is eða infomentor.is. Þegar þið eru komin á heimasíðuna þá veljið þið flipan hérna lengst til hægri og þá lítur þetta svona út og þið farið í innskráningu. Þá kemur þessi hérna gluggi upp þar sem þið þurfið að setja notendanafn og lykilorð. Þar sem þetta er fyrsta innskráning þá veljið þið strax bara hérna gleymt lykilorð og leið að gera það þá þurfum við bara að gefa upp kennitölun ykkar. Þar sem að netfangið hjá öllum foreldrum er skráð inn í mentorkerfið, þá fáið þið sendan post beint á netfangið ykkar og þið fáið tímabundið lykilorð sem að þið breytið við fyrstu innskráningu. Munið það að nýtt lykilorð þarf að vera að minnstakosti 8 bók- og tölustafir. En þegar þið eru búin að setja nýtt lykilorð þá lítur síðan svona út bæði fyrir ykkur og nemendur. Og við erum ekki farin að vinna mikið með þessa hérna flís vikuáætlanir, en það verður kannski gert seinna. Hér eru stundaskráin og það er alltaf hægt að fara inn og skoða nánar. Hérna uppi vinstra megin er sem sagt heimflipin. Þannig að alltaf þegar klikkið á eitthvað og gerið sem sagt ítið hérna uppi, komist alltaf heim. Og ég hvet ykkur til þess að vera alveg óhrædd við að skoða þetta og fikta í þessu. Vegna þess að það er engin hætta á því eyðileggja neitt. Hérna hægra megin er blár flipi, ástundun. Þar getið þið fylgst með skráningum sem að barnið ykkar hefur fengið. Bekkjalistin er hérna, þessi græni. Það er svo sem, það er bara árgangurinn sem að barnið er í, ekki allur hópurinn. Þannig að þess vegna er aldrei neinn há tala hérna. Fréttir, það er eitthvað sérstakar tilkynningar, það koma þær hérna inn. Námsmappa, við erum ekki farin að nota hana neitt sérstaklega, en það kemur kannski seinna. Dagatalið, þá er hægt að skoða daginn eða sem sagt mánuðinn í heild sinni og hvað er á döfinni í honum. Og svo er fjölskylduvefur hérna lengst niðri til hægri. Ég ætla að biðja ykkur að kíkja sérstaklega á námslotunar. Námslotunar eru eins konar áætlanir til lengri tíma og hér er hægt að skoða allar þær lotur sem að barnið ykkar er í og hvað þær ganga út á. Ég fer alltaf bara heimaflipan sem er hérna aðeins fyrir ofan skjáinn núna til þess að komast tilbaka. Ég hvet ykkur líka til þess að skoða verkefnin, en þar er hægt að fylgjast með þeim verkefnum sem er verið að vinna í, þeim verkefnum sem er lokið og þeim verkefnum sem er ólokið. Það er ekki neina ástæða til þess að hafa áhyggjur á óloknum verkefnum, því að við erum bara að byrja að vinna með þetta kerfi og þess vegna erum við ekkert að stressa okkur neitt of mikið yfir þessu hérna. En það eru sem sagt nemendur á mið- og unglingastigi sem við erum að venja á að nota Mentor og svona með tímanum þá mun þetta allt vera miklu skilvirkara. Svo hvet ég ykkur einnig til að kíkja á námsmatsflipan sem er þessi grái hérna. En þar er hægt að sjá eða búið að setja inn eitthvað námsmat bæði fyrir hæfnikort sem er svona eins konar heildanámsmat fyrir nemendan og einnig einstök verkefni sem er búið að gefa sérstaklega fyrir. En eins og ég segi, við erum að læra á kerfi sjálf og ætlum okkur að tileinka okkur notkun þess og þannig veita nemendum og foreldrum betri innsýn í námsframvindu nemenda. Og við hvetjum foreldra eindregið til þess að fylgjast með á mentorregluna. Setja það inn í rútínuna að skoða vikulega og 2 vikna fresti eða eitthvað. Og það er mun meira sem að kemur til með að detta inn hérna með tíma. En takk fyrir í bili.